Jæja, við skulum skoða hérna aðeins þetta efni sem að við vorum í verklegu skýrslunum og hérna vorum við í 1A að tengja spólu fyrst við jafnstraum og þetta var bara heilbyggjarum, breytum riðstraum í jafnstraum og tókum jafnstraumsmælingu á þessu og þá verðum við bara varir við vírviðnámið í spólunni og þá hérna þetta er spólan, hún hérna gefur okkur 13,6 V spennu þegar við stillum strauminn á 0,5 A og ef við setjum síðan spóluna í járnkjarnan og lokum járnkjarnanum þá breytist, straumurinn ekki neitt vegna þess að það er ekkert spann við DC, við jafnstraum og það virkar ekkert launviðnám eða neitt slíkt. Þannig að þarna erum við í rauninni bara að reikna út raunviðnám vírsins sem er þetta 13,6 deilt með 0,5 A straum hérna. Í rauninni ætti þetta bara að vera R, ekki seta í jafnstraumsás. Þetta er kannski svolítið villandi að vera að nota setuna en kannski bara strax til að minna okkur á að ef við værum með einhvers konar riðstraums þátt í þessu af því að þetta er ósíuð spenna, hann kemur samt ekki fram sem viðnám. Jú, þetta eru allar mælingar sem ég fór yfir þarna, eru alveg réttar sko. Já, það var bara aðeins seinna þegar við vorum með riðstraum á spólunni og þá var sem sagt járnkjarninn, hann var mun auðveldari viðureignar, það var auðveldar að taka hann í sundur. Það var bara það sem að mætti útskýra betur en síðan hérna var þannig að það var engin breyting við þetta. Hérna í þessu blaði þá voru 2 spurningar. Er eitthvað aðeins öðruvísi en er ekki þetta hérna? Er ekki þessar 2? Þetta er allt fyrir síðan. Já. En myndið maður sjá. Jú, þessi saman. Já, þetta eru sömu spurningar þar. Sko, raunviðnámið það mældist 27 ohm og þetta var útreiknað 27,2 ohm. Þannig að þetta ætti að vera sama því að þetta er RL vír. Það er sérst ekkert launviðnám til staðar í jafnstraumsrásinni. En það er vitlaust að það er ekkert sýndarviðnám? Nei, það er ekki vitlaust, það er alveg rétt. Það er alveg rétt líka að það er líka ekkert sýndarviðnám vegna þess að þetta er bara raunviðnámið sko seta er rauninni sýndarviðnám og að því að hérna við erum eða því að hann er að setja hérna seta L þá er hann að setja fram sko þá tilgátu hvort eða svona fram spurningu er eitthvað sýndarviðnámið jafnstraum og þið komist að því að það er ekki neitt. Þannig að þetta er alveg rétt niðurstaða hjá ykkur. Og það er ekkert fasvik í spólunni og það er þetta vegna þess að það er ekkert launviðnám til staðar. Það er ekki fasvik að spólunum tengdi jafnstraum. Já, alveg rétt. Það er alveg fína leið. Og síðan tókum við afriðilinn í burtu og settum riðstraum á spóluna og þá var spólan sem sagt án járnkjarna og við þá höfum við svo bara loft inni í spólunni og það er kallað bara þá er bara kallað loftspóla eða spóla með lofti sem hérna kjarna.
þannig að segulleiðin í lofts er mjög léleg og þess vegna breytist straumurinn ákaflega lítið. Hann breytist úr 0,5 hérna hjá honum í mælingunum niður í 0,44 og það er rauninni sko vegna þess að það verður örlítið vart við launviðnámið en það er svo lítið vegna þess að við erum bara með loft sem kjarna í spólunni. Spannstöð spólunar er lítill á meðan engin járnkjarni er til staðar. Og síðan sem sagt sko svo er auðvitað hægt að rökstyðja þetta með því að setja allar formúlunar þarna inn sko. Það er sjálfsög ekki beðið um það en það væri alveg hægt. Formúluna fyrir sem sagt sjálfsbandsstöðu spólunar ef að hann er lítill sem sagt vegna þess að segulleiðnin eða mýið er lágt og síðan sem sagt XL launviðnámið er lítið vegna þess að ellið, sjálfsbandsstöðlinn, er lítill. Svo þegar við setjum járnkjarnan í að þá minnkar straumurinn alveg rosalega. Hann hrapar hérna niður í 0,017 ampere úr 0,4 amperum. Og þannig að þá hérna eykst segulleiðin í kjarnans rosalega mikið þannig að ellið, sjálfsbandsstöðlinn stækkar og það er alveg XL-ið og setan stækkar og sjálfsbandsstöðlinn orðin hár vegna járnkjarnans. Launviðnámið hátt og sýndarviðnámið hátt og þess vegna er svona lítill straumur í rásinni og þá voru þetta passaði nú við þessa útreikningar sem þið voruð með og við fengum þess að hátt sýndarviðnám og við fengum líka mjög stórt fasvik 88 gráður það bil og þá var hægt að reikna launviðnám spólunar XL. Það er rétt örlítið lægra heldur en sýndarviðnámið setan 828 þarna 0,5 og þá er hægt að reikna út sjálfsbandsstöðunin eða spannstöðu spólunar. Það er XL deilt með 2000 pi sinnum F og hér ætli þið hafi ekki verið með þetta í kringum 2,6 Henry, getur það ekki passað? Já, frá 2,3 upp í 2,6 eitthvað svoleiðis. Og svo varuð þið að látnir reikna sýndarviðnám spólunar út frá líklega mældu RL-vír og XL-inu sem er reiknað út og þá er þetta svona ekki alveg rétt stærð, þetta er samt mjög nálægt í en þannig erum við að sleppa járntöpunum og sjá, hérna vorum við með setan var 829 hérna er þetta 828,9 já, þetta munar bara 0,1 þetta munar svo litlu sko. Þetta er örlítið minni ástæðan er svo að RL-vír er ekki allt raunviðnám spólunar það vantar raunviðnámið vegna járntapana í spólunni það er kallað járnviðnám. Já, hérna þetta er formúlan XL er sama sem 2 pi sinnum F sinnum L L-ið er sjálfsbandsstöð spólunar og einingin er Henry. Var þetta ekki alveg rétt hjá okkur?
út frá hvaða viðnámi voruð þið með það? Þið hefði átt að fá þetta mjög svipað tölum. Excel, já. Excel var sama. 828,5. Hvað er það mikið? Hvað fenguð þið setuna? Getur verið að setuna? Jú, það er bara rétt þarna fyrir framann. Hún er 470. Já. 780. 4.000. Já, það er spurning sko hvort það hefur verið einhver önnur spóla eða hvernig feng... Já, hvernig reiknuð út setuna? Hvaða spennu voruð þið með? 0,03. Já, það var straumur, en það ekki? Straumur sér? Já, en hvaða spenna? 8,35. Já, mjög svipaða. Getur það staðist? Skoðið þetta aðeins. Þá erum við í rauninni búnir að fara yfir þetta. Sko, við vorum með hérna, byttu nú við. Já, þetta var síðan, já, þessu var sleppt síðan í... Þetta er ekki... Nei, þetta var bara, við sáum það þetta bara ruglaði hérna niðurstöðurnar alveg. Þannig að við segjum þetta er orðið ágætt með 1A. Það er búið að breyta verkefninu sko frá því síðast, þannig að þessi síðasti hluti er ekkert með. Ok. Hérna, svo er það 1B. Það er hérna. Hér tengdu við sveiflusjána til þess að skoða að spennufallið yfir hérna örgi sem að gaf okkur upplýsingar strauminn. Þess vegna sko vorum við með til þess að fá í sömu átt spennufallin yfir örgið og spóluna. Þá er jörðin tengt hérna fyrir framann örgið og þá er A-kanallinn, hann fær inn á sig lága spennu af því að það er mjög lítið viðnám í örginu. Það kemur lág spenna hérna sem að sýnir okkur strauminn í rásinni og síðan er spennan fengin hérna inn á sinnum 100 á sveiflusjóni. Þannig að við fengum þessa mynd sem að var fasvik milli spennu og straums og það var svona tæplega hérna eitthvað 80 eitthvað gráð, 4,6 sekundur hérna og þetta er 83 gráður sem að þetta gefur okkur til dæmis. Ég veit ekki hvað þið hafi verið að fá þetta. Já, þetta er mjög svipað 82,8 eða 83 eða hvað sem þið fengið. Þá er það ákveðin niðurstaða og við höfum reynt að núlla sko inngangana á sveiflusjóni þannig að fá þetta eins nákvæmt eins og hægt er. Og þannig að við ættum að lesa nokkuð vel af þessu. Sko, það sem gæti verið ónákvæmt í þessu hérna er það að ef að sveiflusjónin er ekki núlluð, ef að inngangarnir eru ekki núllaðir, það þarf að gera það sérstaklega. Ég reyndi að gera það hjá flestum hópunum en annars fáið þið svolítinn mun á tíman. Síðan getum við hérna fundið þetta fasvik út frá aflmælingu því að hér eru við með strauminn og spennuna sem gefur okkur sýndaraflið og hér erum við með raunaflið, mælt, þá getum við sagt P deilt með S.
En þetta fer náttúrulega allt eftir í hversu nákvæmur aflmæðurinn hann þarf að vera nokkuð nákvæmur á svona lágu afli, bara 6 vöttum. Þetta alveg ótrúlegt að við skulum fá þetta svona nákvæmt. Þannig að það fyrst reiknað út sýndaraflið í spólunni, við sinnum í, og svo erum við hérna með kósinusfí þá, og fasvikið, þá hefur það hér mælst eða fengist útreiknað mjög svipað eins og á Sveiflusjánni, eða það ekki, var þetta ekki 84 gráður eða hvað? Já, þetta var 3 ár, það munaði 1 gráðu, ok. Já, það munaði líka mjög litlu sko. Já, það passar mjög vel. Og skekkjurnar liggja þá í rauninni bara í mælingunum, hvað mælarnir sína, og aflestrinum á Sveiflusjánni. En síðan 1.3 varðandi fasviki í spólu, reiknað út frá raun viðnáminu og þá bara vír viðnáminu. Þá sleppt járntöpunum, raun viðnáminu sem tilheyrir járntöpunum. Og þarna það merkt röng aðferð vegna þess að hérna sleppum við járn viðnáminu. Þannig að við finnum náttúrulega setan alveg rétt reiknuð út, en til þess að finna fasvikið þá erum við að nota í rauninni of lítið viðnám, bara RL vírsins, járninu sleppt, og þá fáum við að fasvikið að fasvik spólunar sé ennþá stærra. Það munar dálítið miklu hérna með það sem mig minnir að þið hafi verið að fá þetta. Minni að það hafi verið 88 gráði og prófa að reikna þetta út 35,5 deilt með 952. Kósi mín svista af því 88 gráður. Já, 87,8, já. Já, hvað fenguð þið hjá ykkur í skýrslunum? 87? Já. Þá það mjög svipað eins og þið hafi verið að fá. En þetta eðlilegt að þarna fáum við stærra horn, því að við erum að sleppa þarna hluta af raunviðnámi. Ef við minnkum raunhlutan þá verður hornið stærra. Sjáu það, þetta passar alveg. Þannig að það breytist allavega í rétta átt. Og hérna segjum við að fasvikilið 1.3 ætti að vera annað en fjárstílið 1.1, og það vegna þess að í þessum liðum með fasvikið reiknað út frá vírviðnáminu í spólunni, en raunviðnámi hennar kemur líka fram í járninu. Þess að við erum að sleppa núna hérna járnviðnáminu. Þess að heildar raunviðnámið hærra en vírviðnámið, og þess vegna fasvikið minna í rauninni í spólunni heldur en reiknað í þessum lið hérna, þar sem við tökum bara vírin inn í myndina og útreikningin. Og svo hérna þá þetta reiknað út frá aflmælingunni, PL. Þá raunviðnámið tekið hérna allt saman, RL, það út frá PL. Og þetta raunverulegt viðnám spólunar, séð frá spennugjafanum, og þá getum við fundið út það, eða að segja 6 vöttin deilt með strömmunum í öðru veldi, og þá fáum við að RL-ið 100 Ohm. Hvað fengum við þetta? Var þetta í kringum 100 Ohm?
80, já. 90,8. Já. Það hefur verið mjög... Er ég bara 6 deilt í 0,270 Jú. eða Já, 6 deilt með straumnum í öðru veldi, já. Það vantar að merkja það inn hérna, en ok, ég veit ekki alveg hvernig þetta er. En þá fáum við, ef við reiknum út frá þessu og sýndar viðnámi spólunar, ZL, þá erum við með það bil 84 gráður. Þið hefði fengið sem sagt aðeins læri gráðufjölda núna aftur, af því að þið erum að nota þá að taka með járn viðnámið, allt viðnámið í rauninni, allt raunviðnámið. Nú, þannig að það er rétt að þetta útreiknaða fasvik ætti að vera svipað og það sem við fengum í lið 1.1 og að útskýra hvers vegna útreikningunum af fasvikunni í þessum lið er réttur en ekki í lið 1.3. Það er vegna þess að í 1.3 var reiknað með eingöngu vírviðnáminn í spólunni, en hérna erum við að taka alveg heildar raunviðnámið í spólunni í staðinn. Þá erum við að fá rétt horn, rétt fasvik. Og þá var þetta búið, var það ekki? Nei, þá er afl eitthvað. Það er rétt að þetta. Já, sko, það var þá eitthvað afturvarðandi aflið og var þessi ekki liður líka með í ykkar útgáfu? Það er bara raunaflið aftur. Sem sagt þá er afreiknað út frá sýndarafli S og fasviki úr lið 1.4, sem sagt fasvikið sem er hérna 84 gráðum væntanlega. Og þá er það S sinnum kósinus af því horni og þá fáum við 6 vött. Þá erum við búin að reikna okkur tilbaka hringinn. Þannig að þetta útreiknaða raunafl er svipað raunaflinu sem var mælt og það er vegna þess að við erum að reikna með heildar raunviðnáminu í spólunni en ekki bara vírviðnáminu. Og síðan sem sagt var þá aflið reiknað út frá straum og í öðru veldi og viðnáminu heildar og þá fáum við það að fáum aftur út 6 vöttin. Fengum við það ekki mjög nálægt í aflið sem við mælduð? Já. Og það er vegna þess að við erum að nota heildar raunviðnámið í spólunni en ekki bara vírviðnámið sem við fáum heildar raunaflið alveg rétt út frá þessum útreikningum. Þannig að þetta kennir okkur það að það er afl sem að tilheyrir járnkjarnanum. Ef við sleppum því afli eða því raunviðnámi, þá fáum við ekki réttar niðurstöður í fasviksútreikninga á spólum og öðru slíku. Við þurfum að taka heildar raunviðnám spóluna sem bæði vírviðnám og járnviðnám eða útreiknaði járnviðnám. Það kemur bara fram í mælingu með aflmæli raunni og þá fáum við réttar niðurstöður. Þá skulum við taka hérna fyrir næst 1C. Þar vorum við með raðtengingu raunviðs og spólu og þá koma fleiri útreikningar inn í þetta hjá okkur og það var spóla og pera raðtengt. Hérna höfum við spennu spólunar og spennu perunar og
við erum með afl á bæði peru og spólu og finnum sem sagt þá sýndaraflið í spólunni og þannig getum við þá reiknað fasvikið í spólunni sem var þá 82,3 gráður. Fengiðu það ekki svipað? Cirka 82 gráður í spólunni. Þetta er svona úr ballest, eða sem sagt ballest úr lampa, flúrlampa. C. Þið er ekki með það? Ok. Einhverjir aðrir hugsanlega með þetta? Og þá er hægt að reikna út sýndarviðnám af því að við erum að fara að teikna upp viðnámsvektor og mynd. Þá er það ég held að, nei, við höfum ekki tíma í það að teikna viðnámsvektor og mynd. Ég held að það sé máli að reikna kannski frekar eitthvað svona svipað eins og gæti komið eins og við erum að fást við í þessum útreikningum bara. Það var ekki mikið að teikna í þessu prófi. Nei, við höfum ekki tíma, þetta er bara 80 mínútur. Það er ekki að leggja áherslu í spennuvektarmyndir og stömmyndir og það. En ef við getum ekki lesið út úr þessu myndum? Já, það væri kannski frekar þannig. Eins og við vorum með á prófinu minni sem ég lagði ykkur fyrir ykkur. Þá vorum við með vektor og mynd. Já, þetta er blanda af krossaprófi og útreikningum. Þannig að hérna fáum við raunviðnám spólunar, heildar. Og síðan er reiknað út raunviðnám perunar, þannig að það sé hægt að setja fram viðnámsvektormyndina. Þá er RL hérna, svo hann leggst við viðnám perunar alveg hérna. Svo er hjálpa lína og seta heild er þá þessi græni vektorinn hérna. Því að ég sé þessa mynd hjá okkur oft og hún er alveg eins hjá öllum. Því að við erum að nota sömu spólun alltaf. Ok, þetta er viðnámsvektormyndin. Spólan hérna sér, hún er lituð rauð, það er XL-ið. Það er hérna alveg 90 gráður á við RL og ZL er lengsti vektorinn í myndinni. Og síðan ætluðum við að halda áfram hérna. Hérna var hornið mælt með gráðuboga bara og síðan var hornið reiknað út. Þannig að raunhlutinn er lagður saman og deilt með heildarsetunni. Og þá fáum við mjög svipað 41 gráðu. Og það er bara ónákvæmni í mælingum sem að eru þarna á ferðinni. Og síðan var það bara spennuvektormynd og með strauminn sem viðmiðun, það vantar að merkja það inn á þessa mynd aðeins. Þá þyrfti að hafa aðeins lengri línu hérna og en sjálfsagt þetta bæta því bara við hérna inn á upptökuna. En hvort það verður bein hjá mér, það er spurning. Það er önnur saga. Svona einhvern veginn. Þannig að við segjum hérna þá viðmiðunin er sem sagt straumurinn, af því að þetta er raftengd rás og straumurinn er sá sami gegnum alla rásina. Þá er það bara merkt þannig að það er aðeins lengri lína og segjum að straumurinn er þá viðmiðunin, þannig að það er ekkert fasvik milli raunspennunnar í perunni, eða það er ekkert fasvik í perunni og raunhluti spennuspólunar er hérna frá hingað. Þetta er raunhluti spólunar, launhlutin er hérna frá hingað og setja, nei og hérna heildarspenna í spóluna var þá hérna frá hingað og síðan er heildarspenna rásarinnar
hérna svona. Ok, þannig að þetta var nú allt þessa skýrslu. Sjá, þetta komið og þá er síðasta skýrslan. Það er hliðtengingin á raunviðnámi og spólu, og við vorum að mæla þarna vírviðnámið 5, eitthvað, kannski 2 ohm eitthvað slags. Hérna er 5,17, einhver rosa nákvæmur mælir hérna á ferðinni. En straumurinn var stilltur á 1 ampere og þá var spennan yfirleitt 141 volt og aflið var 11 watt. Við þurfum að deila milli ykkar þessum skýrslum til þess að æfa ykkur aðeins á útreikningunum í þessu. Það var 5,2 cirka. Það ekki passa? Já, 5 ohm, já. Þegar við skrifum 5 ohm. Já, þetta er alltaf sama. Akkurat. Og sýndaraflið er reiknað hérna út. Spennu og straum, 141 volt ampere. Og þá er fundið fasvikið í spólunni, 85,5 gráður. Mjög svipað hjá ykkur. Og þá er náttúrulega sýndarviðnámið ZL 141 ohm vegna þess að það var bara 1 ampere í spólunni. Og þá funduðu út heildarraunviðnámið í spólunni út frá strömmnum í öðru endinu og aflmælingunni 11. Og þá fáið þetta er 11 ohm að því að straumur var stilltur á 1 ampere. Og síðan er pera tengt í viðbót og straumur hennar tekinn og heildarstraumurinn mældur, hann eykst örlítið af því að þetta er rauninni bara raunstraumur sem að bætist við. Og viðnámið í perunni er reiknað út frá spennunni, þetta er hliðtengt, sama spenna 141 volt og við deilum með straumnum, þá fáum við viðnámið í perunni. Og svo er straumvektoramyndin þannig að hérna er spennan höfð sem viðmiðun og kannski aðeins að stækka þetta, gengur það? Já. Er ekki allt hérna? Jú, allt komið inn. Já, þetta er allt í lagi. Svona. Þá hérna myndum við merkja hérna inn á svona mynd að hérna væri það spennan U sem viðmiðun í straumvektoramyndinni. Þetta gerum við bara til að hérna það getur verið að við þurfum í einhverju tilfelli, sérstaklega í verklegu, að hérna teikna upp svona vektoramyndir til þess að átta okkur á hvernig að straumarnir skipta sér í spólu og svo framvegis. Hérna er grænt, þetta er þá straumur í perunni og svo að sjáu hvað er örlítill hluti raunstraumur spólunar. Af því að hornið á spólun er mjög stórt. Fjöll var 85,5 gráður en heildarfarsvikið var 67,5 gráður. Og það leggst beint saman, já, alltaf perustrauminn og raunhluta straumsins í spólunni til þess að finna raunhluta straumsins í spólunni. Þá munum við það að taka kósinus af horninu, 85,5 sinnum IL
sem er hérna 1 ampere í þessu tilfelli. Til að finna raunhluta straumsins í spólunni þá tökum við kós 85,5 loka sviga já, þá er þetta hækkað upp í 0,08 já, einmitt og þá er hægt að einmitt til þess að finna út heildarfasvikið þá er þetta lagt saman og deilt með heildarstraumnum þá fáum við heildarfasvikið eða raunafstöðulinn fyrst og svo getum við fundið heildarfasvik rásarinnar. Þá er það 0,08 og leggjur það saman við 0,33 ha? Gerir þá kós og svo 67,6 inn í sögja? Nei, sko ef þú ætlar að finna hornið, skilur ef þú ætlar að reikna hornið út já, það er kósinusinn á horninu bara já, þetta voru sko, perustraumurinn hann var mældur en raunstraumur spólunar er útreiknaður þú reiknar hann út setur hann inn á myndina og tekur svo mældastraum perunar og leggur það við þá færðu þá heilt þar og þannig að lengdina sko já, þá leggst það beint saman 8 pluss 0,33 já, það er þá heildin 0,41 meinaru þá er það ekki og leggur þetta saman hérna og þetta og sem sagt þá er það raunstraumurinn deilt með heildarstraumnum þá getur það fengið út kósfí heild og síðan hornið prófum þetta bara aðeins þá segjum við hérna að hérna kósfí heild er þá sama sem þetta er í R pluss í P og svo deilt með í H til þess að finna það þá setur við tölunar inn í þetta er 0,08 pluss 0,33 deilt með 1,09 þá getur við að þetta var já, það var mælt reyndar 1,07 með mæli en það er spurning hvort við hafa þetta 1,09 eða 1,07 það er spurning sumir hafa kannski notað bara 1,07 í þessum útreikningum og hvað fáið þið þá raunafstöðulinn í heild 0,37 já og hvað er þá þetta svo marga gráður þá segjum við hornið φ heild er þá sama sem það er þá bara kós í mínus fyrsta af 0,3 já 67,9 gráður já
Já, kannski ertu ekki með alla aukastafina hérna eða eitthvað hefur. Já, það fyrir eftir í hvaða tölur við erum að nota í þetta. Þá er þetta eitthvað á þessari stærra gráðu, 67, eitthvað. Við notum 0,07 sko. Já. Eða þannig í verkefni okkur. Já. Það er allt eðlilegt. Já. Hérna þá erum við komnir í gegnum þetta. Svo bara eitthvað að hérna smáæfingar eftir hérna að mæla fasvíkgrásunnar 67, já, með gráðbúa, já, og svo er bara eins og þetta sem ég var að sýna ykkur, reikna heildar fasvíkið og þannig að þetta kemur allt vel heim og saman og þá er þessi skýrsla þá líka búin. Þannig að þá er þetta í rauninni bara líka til dæmis að hérna geta fundið út til dæmis heildarstraum eða reiknað út heildarfasvik eða eitthvað slíkt. Það séu bara vel inn í þessum útreikningum, þá gengur þetta bara ágætlega hjá okkur. Og svo vorum við með hérna við erum búin að fara yfir náttúrulega þessi atriði í miðnaprófinu að við rennum bara yfir það til upprifjunar. Það var við skulum bara fara aðeins yfir þessi atriði aftur til að vera alveg öruggir á þessum þáttum að í spólu þá er straumurinn á eftir spennunni. Við sáum þetta á myndinni þarna í hvaða lið var það í B-inu. Já, það var hérna. Sjá það, hérna kemur spennan fyrst upp og svo kemur straumurinn. Þannig að spólan hún senkar straumnum. Það er það sem við erum að læra á þessu, að straumurinn er á eftir spennunni. Akkurat. Og síðan er það spanviðnámið sem orsakast af mótspennu í spólinni og já. Já, það er sama á launviðnám. Ég man aldrei, svo ruglaður eins og hvað er. Já, hvað er hvað? Já, ok. Spanviðnám er hvað? Spanviðnám, það er XL. XL, já. Það er XL. Okay. Já. Sko, sýndarviðnám er hins vegar zeta. Já. Sko, það segir það, spanviðnám er sama á sýndarviðnám. Það er ekki rétt. Það verður ekki ofnstaf í spanviðnám? Nei. Ef það er alveg hreint og það er hugsað sem hreint, það er bara í raunviðnámi sem við orta. Launviðnám, það er... Launviðnám, það er sama og hérna XL. Það er sama á spanviðnám. Og þess vegna er þetta fyrsti liður ekki réttur vegna þess að þetta er nákvæmlega það sama. Spanviðnám er nefnilega sama og launviðnám. En hér segir að spanviðnám er ekki sama og launviðnám. Það er vitlaust. Já. Það er það nákvæmlega það sama. Spanviðnám og launviðnám er nákvæmlega saman hlutverðin. Það er XL. Og stundum merkt sem sagt XL eitthvað laun. Og ok, í hvaða tilfellum er mesta spanið? Það er náttúrulega þegar að spólan er með járngjarna.
þá segulleiðnin mest og sjálfsbæðanstöðullin í hámarki ellið, og þá fáum við x-ellið stærst og setan stærst, þannig að þá erum við með minnsta strauminn í rásinni. En þegar jafnstraumur, þá fer straumurinn eftir vírviðnámi spólunar. Jæja, þannig að í spólu með járnkjarna á AC þá mesta spanið. En þá skulum við skoða hérna áfram. Hérna 4. Hvers vegna ekki hægt að nota spennubreyta á DC? Já, það ekkert gagnkvæmt span á DC. Við búum ekkert til neitt segursvið með forvæðinu ef það ekki rafstraumur. Það bara í rafstraum, ekki jafnstraum. Já, bara í rafstraum. Akkurat. Og þegar að spóla og raunviðnám eru raðtengd, þá spennufallið við spóluna á öðrum tíma en yfir raunviðnámi. Þannig að þá þetta í rauninni eins og þegar við erum að teikna upp spennuvektormynd. Það í rauninni verið bara að spyrja út í spennuvektormynd. Þannig að þetta hérna þá straumurinn sem við mögum, þetta raðtenging, þetta I, og þetta U, R, á öðrum tíma heldur en hérna, sem sagt, já, gæti verið, þetta hérna gæti verið UL, þetta hérna, UL, þetta hérna UR, og raunhluti spólunar væri þá kannski hérna, en þetta á öðrum tíma. Spennufallið spólunar á öðrum tíma en yfir raunviðnámi. Það ástæðan fyrir þessu. Og í rásinni í heild þá geti spennan verið þá, heildarspennan geti verið þá eitthvað svona. Hérna frá og hingað. Ok. Í 6, þegar að spóla og raunviðnám eru hliðtengd, þá þetta náttúrulega straumurinn sem að á öðrum tíma spóluna en raunviðnámið. Þar spennan sem sagt viðmiðunin, þá teiknum við þetta svona, þar U sem viðmiðun, en við erum með raunstraumurinn sem að veldur, sem gefur okkur einhverja raunafl eða, já, varmaorku eða hreyfiorku eða eitthvað slíkt. Hann hérna þess átt, en fyrir spóluna þá straumurinn, launstraumurinn kemur þá hérna, og spólan með strauminn kannski hérna, þetta geti verið í L, en þetta hérna í XL. Þannig að ef við myndum teikna upp hérna heildarstrauminn í rásinni, þá geti hann orðið hérna frá hingað. Þetta væri þá í heildar. Svona. Og í 7 þá það raunaflið sem við fáum út með því að margfalda með cosines phi, og í 8 þá erum við hérna með launafl Q-ið, og það fáum við með því að margfalda með sinusinn á horninu, sinus phi. Ok, fleira eitthvað að bitast eftir í þessu. Hérna í 9, þar eru við með raðtengdarás vegna þess að þar eru við með spennu. Þarna spennan, og þarna er verið að skipta spólunni í URL vír. Það einhver smá hluti hérna, og svo erum við með spennu hérna áfram.
UR, eitthvað UR hérna, og hérna í þessari rás væri straumurinn sem viðmiðun. Við vorum búin að fara yfir þetta, já, bara aðeins að rifja þetta upp. Aðalatriðin í þessu, að hérna í spennuvektormyndinni þá erum við með raðtengdarás. Það er svo gróft hérna hjá mér, svona. Og þá er þetta hérna U, hérna L. Þetta er spenna spólunar. Þetta hér, beina línan hérna, U, XL. Og þá er heildarspennan, hún kemur þá hingað. U. Og þess vegna er þetta lagt beint saman hérna, URL vír, hérna sko, URL vír og UR sem kemur hingað. Þetta er Pythagoras. Og í er það ekki bara til að sína að sé það? Já, ég er bara til að sína það að við erum með strauminn sem viðmiðun og að það er ekki fasvik á milli UR og straumsins eða URL vír og straumsins. Hann er með sömu stefnu og straumurinn þannig að það er ekkert fasvik þarna. Það er málið. Þannig að þetta er spenna í raðtengdri spólu og raunviðnámi. Hins vegar, ef við verum með Pythagorasar reglu og eins og hérna og við erum að leggja saman strauma, þá erum við pottþétt með hliðtengingu. Við erum með hliðtengda spólu og raunviðnám, af því að hérna stendur IR, IL, raun og IR. Og það er alveg eins og ég var að gera áðan í straumvektormyndinni, þetta er nákvæmlega sama. Hérna er þá IL raun, hann er hluti af þessu hérna, svona, það er þessi hluti hér, og IL laun, það er það sem að fer, þetta hérna, IL laun, það kemur hérna, það er straumurinn á eftir spennunni, það er þetta hérna. Það er stundum merkt IL laun. Það sem við erum oftar að merkja, þetta er sama sem IXL, muniði. Þannig að straumur spólunar væri þá í rauninni bara hérna IL hingað. Þetta er mjög beina línu hjá mér, passið ykkur. Og IR í viðbót, með einhvern raunstraum í viðbót, þá leggst hann alltaf hérna við raunstraum spólunar. Plus IR, það er það sem að Pythagorasar reglan er að segja okkur. Það leggst hérna við. Og þá er það komið hingað, en hvað er viðmiðunin í hérna hliðtengdri rás? Nei, það var í raðtengdri rás. Ok, það er spennan. Alveg rétt. U er viðmiðunin í hliðtengdri rás. Þannig segjum við það að það er ekkert fasvik milli raunstraumsins og spennunar. Eða raunstraumshlutans straumsins í spólunni og spennunar. Ekkert fasvik þar á milli. Þannig að heildarstraumurinn, hann er náttúrulega með fasvik hérna, þá er heildarstraumurinn hérna frá hingað. Svona. IH. Það er það sem við reiknum út með Pythagoras. Sumt er beintlagt saman, annað eins og í L-laun, það er sett hérna í annað veldi, það er hér með 90 gráðu fasviki við raunstraums hlutan. Og svo var þarna á næstu mynd, þá vorum við með... Hvað sér maður þarna þessum mynd? Já. Það sé þétt. Já, við skulum stækka það eins upp hérna fyrst. Svona. Við náum ekki núna að sjá þetta vel. Sko, hérna er UL
og svo kemur hérna UC, það sést svolítið illa, en við erum í rauninni rétt að byrja á þessu, og þetta náttúrulega á ekki að verða á þessu prófi því að þetta er ekki í þessu. Já, við erum bara að byrja á þeim kafla núna þar sem við bætum við þéttum í rásina. Hvað sást á þéttum? Jú, já, ég sé það út frá því að út frá vektormyndinni. Þetta er straumur hérna sem viðmiðun, og ef ég sé það að það er spenna sem að er á eftir straumnum, þá sé ég að það er þéttir hérna í rásinni. Og spenna spólu, hún getur verið hérna ef að hérna er ekki tekið til neins raunhluta spennu spólunar. Þetta er bara UL spennan. Það er raunni fræðilega sé að þetta vera UXL, en þetta er bara spóla sem er hugsuð þannig að það er engin raunhluti í henni, og síðan er spenna þéttisins er alveg 180 gráðu úr fasa við spennu spólunar. Þess vegna er hún hérna spennan hérna er á eftir straumnum, eða straumurinn er á undan spennun í þéttinu. Veist hvernig þéttir virkar? Fyrst rennur straumurinn og svo byggist upp spennan. Þannig að straumurinn er á undan spennun í þéttinu. En hins vegar í spólu það er spennan sem sagt hérna og straumurinn á eftir spennunni. Það er alveg ögt. En við drögum hérna af því að spenna þéttisins í þessari mynd hérna er stærri heldur en spenna spólunar, þá drögum við eins og í einu verkefninu, það var eitthvað 290 volt eitthvað, það herri heldur en spenna, það var 290 volt að spenna yfir þéttin, þá drögum við spennu spólunar frá spennu þéttisins og heildarspenna er bara hér frá og hingað. Þetta er heildarspenna, hún er miklu minni heldur en spenna þéttisins. Því að spenna þéttisins alveg 90 gráðu fasa við straumin. 90 gráður á eftir straumnum. Akkurat. En þetta er í næsta pakka. Já. En þannig að þetta er, af því þetta er spennuvektormynd, þá er þetta raðtengd spóla, raunviðnám og þéttir. Þessi rás sem að þessi vektormynd lýsir. Ok, svo var hérna bara aðeins, já, þetta sjáum við líka í þriðja pakkanum, þá kemur hérna fasveik leiðréttingu með þétta tengda við mótorinn. Þannig að þessi spurning verður náttúrulega ekki, og þessi spurning spennumarkvaldara er náttúrulega ekki í gildi fyrir þetta próf. Hins vegar 14. spurningin á alveg rétt á sér, því að hérna er spurt spennaðu spólu, nei, það er ekki rétt, því að þéttir er ekki komin inn í þennan pakka. Það verður í næstu prófum. Þannig að þá erum við nokk komnir í gegnum þetta efni sem að við höfum fyrir þetta próf. Er það alveg bara úr þessum Þessum verklegu æfingu? Já, það var meiningin. Þessi Já, það er bara, grunnurinn er náttúrulega í bókinni, sko, en þetta er bara úr þessu sem við höfum verið að gera í verklegu æfingunum.